Já, sæl og takk fyrir að leyfa mér að koma hérna. Ég fá aðeins að segja frá því sem ég að gera. Ég náttúrulega svona lærlingur hjá Ernu, þannig laga að ég var svona aðeins byrjuð að spá í svona kvörðum og ýmsu en einhvern veginn komst ekkert að stað fyrir að Erna lét mig fá þessa dýrindi smöppu fulla af hugmyndum sem hún var þá að vinna í sinni mastersritgerð og sem þróast svo síðar yfir í bókina hennar sem þegar búið að gefa út. En ég lá svolítið yfir þessari möppu því að í raun og veru fyrsta skrefið mitt var bara að læra að búa til kvarða yfir höfuð og hvernig það væri gerðir. Og svo smá saman eiginlega fór ég átta mig á því að ég var orðin alveg ágætt í að búa til kvarða en var kannski sjálfur sér ekkert svo flink í að nota þá í kennslu og það var ágæti spurning sem kom hérna áðan einmitt hvernig fer ég að þessu, ég er með 40 mínútna tíma, ég get ekki tekið helminginn tímanum í að segja hvað börn ætla að læra og svo restina tímanum hvað við lærðum við verðum að hafa eitthvað tíma til að vinna. Og ég hugsaði eftir að heyrði þetta, svona leið mér á einhverju tímapunkti og ég svona búin að vera að hugsa í rauninni lengri tíma, hvernig get ég komið þessu að með góðu móti og ég get alveg sagt það að ég er búin að nota kvarða lengi og hefði örugglega getað notað á miklu betur en ég gerði. Af því að mér finnst það skiptir einmitt máli hvernig kem ég þessu inn þannig að ég sé virkilega að vinna þetta með nemendum. Að kvarði sem ég bý til og nota eftir á, kannski ég sitt einin á vinnuherbyggi og merki kvarða, hann hefur kannski ekki svo mikið að segja fyrir leiðsögn varðandi nám barnanna. Þannig að það er kannski þetta skref sem ég verið að taka svolítið undanfarið og finnst fyrsta skipti núna virkilega að þetta sé að skila árangri. En Erna kom líka inn á það að þetta þarf ekkert alltaf að vera flókið, þetta getur verið örstutt, þetta getur ekki 2-3 mínútur í byrjuntíma og loktíma og svo framvegis sem ég ætla aðeins að koma inn á. Þannig að kíkjum þá bara á það. Hérna eru þættir sem að, svona þessi einföldu ráð. Þannig erum við að tala það er hægt að standa upp, það er allir búnir að vinna verkefni sitt, það er 2 mínútur eftir, við getum vann ég vel í tímanum, þau allir upp, já svona allt í lagi eða alls ekki nógu vel. Þetta tekur enga stund en þetta er samt hluti af leiðsagnamati. Sömuleiðis hef ég prófað það að láta krakkana setja broskall, svona með munnin svona eins og strik eða orðið í skeifu á verkefni sitt. Var ég að leggja mig fram, finnst mér þetta vel unni verkefni og þau eru mjög heiðarleg og það er gaman einmitt að sjá að þau eru oft harðari við sig sjálf heldur við þegar þau eru að meta þennan hátt. Já, það er kannski ágætt að ég segi frá því áður en held lengra að í íslensku þá erum við í Álftanesskóla að vinna með vörður og vegvísir og það er sama kerfi og John Morris vinnur eftir sem var hérna síðast, í síðasta fyrirlestri og eitt af því sem hann leggur til í svona leiðsagnamati það er að nota yfirstrikunapenna og þar tákna bleikur penni það sem er velgert og grænt það sem þarf að laga og hann svona hefur fest þetta svolítið í sessu og við ákváðum að hafa það nákvæmlega eins. Svo var ég einmitt að sýna hérna foreldri í viðtali í ritunarbók hjá barni og þá fannst foreldrinu þetta akkurat vera öfugt við tilfinningunum sem það fekk af því að bleikt og líkt rauðu og rautt þýðir eitthvað vitlaust og ég hefði ekki hugsað þannig en við hefum tekið þetta upp eftir John Morris og þetta er einfalt, þetta er hægt að gera bara jafnóðum, þau eru rétt að klára að skrifa í skriftabókina og ég fyrst með pennan bara í og sé, minnst þetta frábærlega að skrifa ég, hér dregur rétt til stafs, hér mundur eftir tengikrókunum en hérna þá nær stafurinn ekki alveg upp í línurnar og grænn penni þar undir rétt til að gefa þeim smá feedback, alls ekki flókið eða eitthvað sem tekur langan tíma. En eins og ég segi þetta er ekkert alveg einfalt og það sem ég komist að í eftir að fórum að vinna eftir vörður og vegvísir og það er svona hringekjuskipulag á íslenskunni, þá gengur þetta akkurat miklu betur. Svo miklu auðveldar að koma matinu að og það er alltaf einhver hópur sem er kennarastýrður og fær þá eiginlega leiðsögn allan tíman á meðan maður svona kannski hleypur í lokin í að sinna restinni. En ég finn það að leiðsagnamati er rauninni lang öflugast akkurat í þessum tímum og á vel við. Síðan hef ég sett þarna inn líka ígrundun og samantekt í lok kennslustunda. Mér er líka reynst vel þegar ég er búin að fylgjast með hringekjunni á þriðjudegi að byrja jafnvel tíman á miðvikudegi á svona ígrundun og segja, heyrðu nú í gær, þá vorum við að vinna hérna í framsögn,
Ég tók eftir að mér fannst svona, þið voruð mjög duglegir í þessu og þessu og þessu, en þið hefðu öll eiginlega mátt tala hærra. Við skulum muna eftir því í dag. Þetta bara rétt áminning á einhverju sem við gætum gert betur. Eða þá að við vorum með lýsingarorðaverkefni og ég sá í gær, það voru alls ekki allir vissir hvað einkenni lýsingarorð. Ég ætla að rifja það upp með ykkur í dag áður en þið byrjið. Þannig að ígrundunin eða samantekt getur verið einhver þessum dúr. Ég búin að vera að þróa, ég byrjaði að gera fyrir mörgum árum í raun og veru var svona fyrstu kvarðarnir sem við fórum að nota, ég og samstarfskona mín, þeir voru þannig að við gerðum þá í stærð frá íslensku fyrir eiginlega til að nemendur getur tekið með sér heim til að undirbúa sig undir próf, þannig að þið vissu hvaða þættir eru til prófs og í rauninni hvernig ég myndi meta. Þau fengu í rauninni engu líka en sem sagt líka merkt við hvort að þeir voru að standast. Erna sýndi ykkur áðan, þá stóð já, ekki viss, nei. Það var svona fyrsti kvarðinn, svo var ég aðeins að prófa mig áfram og setti þetta upp í þetta skipulag. Og þarna getur við séð nákvæmlega hvaða 4 þættir eru til prófs úr kaflanum. Reyndar var þetta aðeins lengra próf en þetta, ég klippti út úr einum kafla. Og þetta er stærðfræði í 4. bekk, 1 kaflinn til prófs. Þannig að þau fengu þetta til undirbúnings og síðan fenguðu merkt við líka eftir próf. Og það má einmitt nefna það líka í þessu samhengi að eftir því sem verða eldri er mjög sniðugt líka að láta þau fá prófið í hendur og skoða og merkja sig inn á svona kvarða. Hvað þættir það eru sem þau stóðu sig vel í og hvað þættir sem gætu gert betur. Hér vorum við með íslensku próf sem að blanda af málfræði og stafsetningu í janúar og þá settum við þættina svona upp í kvarða. Þarna efst einmitt, ég nú reynda að fundist þetta gott, það var ekki á stærðfræðikvarðanum, að settu marki náð, það eru komin áleiðis eða nokkuð áleiðis eða alls ekki að ná markmiðinu. Þannig þetta er svona svolítið lýsandi orð þarna fyrir ofan og ég mæli eiginlega með því þó ég hef ekki alltaf sett á inn á kvarðana mína. Þá er það mjög lýsandi. Ég ætla að taka enn eitt dæmi þar sem að við vorum að velta fyrir okkur, við höfum ekki verið með litla áherslu heiman og aðalega lestur og einhverju tengdu lestri. En við ákváðum í vetur að senda öðru hvoru heimavinnu og í þessu sinni þetta blæði dæmi við erum búin að vera með framsögn einu sinni í viku, við erum að fara að taka þátt í litlu upplestrakeppninni, að láta þau æfa sig að lesa framsögn, eða æfa framsögn fyrir foreldra og þau þekkja krakkarnir mjög vel hvað þau eiga að gera þannig að þetta gekk að sögu. En sumir foreldrar fannst þau auðvitað svolítið skrýtið, voru ekki alveg vissi hvernig það merkja en svo skilja þetta sér allt og það var gaman að sjá hvernig, að því þetta voru 3 skipti í vikunni sem átt að lesa upphátt og það var gaman að sjá að einstaka blaði sá ég að það var svona ekki alveg í besta í fyrstu en svo var það yfirleitt betra í seinni 2 skiptunum þannig að þau voru greinilega, það varð umræði á heimilunum hvað var gott og hvað kannski mætti betur fara. Annað sem datt í hug í sambandi við heimann og sem við líka vorum að velta fyrir okkur, það er þessi ígrundun á námi, það er alltaf verið að tala um að skipti máli að þau útskýri hvað ég að læra, hvert ég að stefna svo fram. Við prófum líka að senda þau með heim þar sem þau áttu að útskýra. Við erum að læra ummál, útskýri fyrir foreldri hvað ummál er. Og gefa dæmi nafnorð og ýmislegt. Þannig að þau svona meira, í staðinn fyrir endilega fyllin í eitthvað blað, þá voru þau meira að útskýra þessi hugtök og skilning sinn á þeim og skapa þá kannski umræðu líka á heimilinu ef þau voru ekki alveg að skilja, að skapa umræðu með foreldrum sínum það sem þau eru að læra í skólanum. Þannig að þetta er svona hugmynd sem við erum bara aðeins að prófa okkur áfram með. Það er svona sem að kannski mér fundist gefast einna best þegar ég er að vinna með svona stærri verkefni að setja kvarðan inn á í rauninni leiðbeiningablaði sem nemendur fá. Þau fá ákveðin ramma til að vinna eftir, að hafa líka hvernig ég met, ég fann að setja það inn á blöðin hjá þeim. Þannig að alltaf neðst á blaðinu og ég reyni að ota því svolítið að þeim að skoða. Býtu, hvað er það sem að kennarinn ætlar svo að skoða? Því það skiptir máli að vita það og þannig að maður reyna að gera þau einmitt meðvituð.
hvað skiptir máli. Þetta verkefni reyndar þannig að það var gert í 2 þyngdarflokkum. Það var annars vegar léttari og þyngri vefur og færri og fleiri atriði sem við fjöllum. Þannig að hópnum var skipt í 2 svolítið eftir lestrar og lesskilningsgetu. Og síðan mati það byggði raunin á sömu þáttum. Það sem að mér skipta eiginlega langmestu máli í akkurat þessu, það að þegar að verkefninu á lokið þá sit ég með þeim. Ég var vön því að taka verkefni, safnaði mig bunga á borðið mitt, fara svo með það á inn á vinnuherbergi mitt og krossa við. En í þessu verkefni satt ég með nemendum, las yfir verkefni þeirra jafn óðum og sagði, heyrðu, já, hérna einhver þáttur sem alveg allt í fyrirmyndar. Það öll umfjöllunaratriði sem hafa komið fram, við erum búin að skoða það saman, snyrtilega unnið, þið getur tekið sem dæmi, það var einn hópur sem ofsa flotti flinki krakkar, fljóta að vinna og fljúandi læs, góðan lesskilning og allt súper, en við fannst plaggatið þeirra gæti verið mun huggulegra, að það var svolítið svona krassaði reitina, það sem átt að lita, bara til að flýta í svolítið svona, eins og Erna var með á svo gott sem Erna sagði svona, þegar þetta fer að snúast að bæta árangurinn ekki að skila verkefnum. Það er svo mikilvægt og við ræddum það, allir hópir virkir og allt, en ég sagði, ég finnst verkefni þannig, ég get ekki gefið ykkur fullt fyrir snyrtilega unnið nema þetta og þetta og þetta atriði verði lagað. Og þau hefðu alveg rúman tíma og ég sagði, en þið ráðið, hvernig ykkar mat lítur út. Þau ákváðu að taka 20 mínútur viðbót í að gera verkefni og það náttúrulega leit bara mjög vel út á endanum og ég ætla að sýna ykkur afraksturinn á því eftir. Þetta verkefni þeirra og þarna sést það ég búin að krossa við atriðin þeirra. Þau voru með tölvu og var að leita upplýsinga og átt að gera svona hugakort út frá ákveðnu þáttum. Þessu verkefni fylgdi líka í hóp jafningjamat. Við höfum notað töluvert mikið jafningjamat. Þetta mat í anda vörður og vegvísis. Af því að vikulega erum við með framsögn og í framsögninni þá gefum við 3 stjörnur eða 3 hrós og 1 ósk, eitthvað sem mætti betur fara. Þannig að þau þekkja þetta form mjög vel. Þess vegna ákvað ég að nota það þessu sinni og fyrirmælin voru bara almennt hvernig fannst vinnan sín ganga og ef það væri eitthvað sem mætti betur fara. Og ég komst nú að því að fannst lítið mála að skrifa í stjörnunar en mörgum fannst mjög skrítið að þurfa að segja frá okkur sem gekk ekki vel. Það svona truflaði aðeins. En ég setti dæmi frá 2 nemendum, nemanda A og nemanda B, sem ég setti svona upp. Að nemandi A, þessi nemandi var í hópnum sem skilaði verkefnum sem var til sýnis. Og fannst hlustað á allir hópnum og þau leystu sjálf ágreining og það var allir að sinna sínu hlutverki, þau fengur hlutverk. Það náttúrulega fylgdi ekki alveg sögunni, þau voru með að var skipuleggjari og tímavörður og svo framvegis og þau voru dálítið mikið upptekin af því til að byrja með, þannig voru svolítið mikið að hugsa það. En þarna er hann mjög heiðarlegur og segir það hefði mátt vera meiri vinnufriður. Og síðan kemur nemandi B og það sem gerist í þessum hópi, það eru 3 einstaklingar og þau gátu engan veginn komið sér saman og það stendur samvinna var ekki góð. Hún var svo léleg að hendaði í 3 ólíkum verkefnum. Þannig að en þessi stúlka, hún kláraði sitt verkefni með sóma og segir vann vel. Þannig hún bara farin að dæma sjálfa sig því að hún var orðin ein eiginlega að vinna og verkefni gekk vel og ekkert meira það að segja, en samvinna var ekki góð. Þannig að hún var ekkert að reyna að fela það að það var ekki að ganga sem skildi. Já, og meira af alls konar kvörðum, þannig erum við með ritunum hafi, þannig þetta sett bara einhvern veginn öðruvísu upp, það sjálfu sér ekkert atrið, en ég hef, eins og ég segi, reynt að þau sjáu alltaf viðmiðin sem kennarinn leggur til grundvallar og þetta gerði ég það sama, lagði upp úr því ég var með 1 hóp í einu hjá mér, mest 6 krakka, þannig að leið og einhvers að ég búinn, eða þá bara meðan að vera að vinna, þá var ég alltaf að lesa yfir og kanna í rauninni þessi atrið, þannig að það var ekkert mikill aukatími sem fór endilega í lokin.
að meta. Setti hérna dæmi ritun frá stúlku sem að þessi stúlka er til dæmis ekkert sterkur lesari en hefur gaman að skrifa, þannig að ég valdi hana sérstaklega af því að mér fannst svo skemmtileg ritun hennar. Mér fannst svo gaman að sjá hvað hún að spekulera í skipum. Íslensk skip eru mjög sterk í dag en í gamla daga ekki eins sterk og það getur verið vont veður á sjó. Hún einhvern veginn, þegar ég fór að lesa hjá þeim þá var hún með svo margt skemmtilegt sem ég sá ekki hjá neinum öðru. Og hérna ég búin að lesa yfir hjá henni og ræða við hana hvað mér fannst verkefnin og hvernig þið gengi. Við erum að hamra svolítið mikið á fyrirmynda málskunnunum sem kemur hérna fram að það byrja á stórum staf og enda á punkti og stóri stafir í sérnöfnum og málskunnin séu ekki á langar og við höfum svona hamrað svolítið á þessu í vetur og sérstaklega í ritinu og við sitjum með þeim og mér finnst það einmitt vera virkilega að skila árangri af því að maður alltaf að leiðbeina þeim jafn óðum og ekki með of marga hjá sér í einu. Þið farið kannski að furða ykkur á okkur eða allt fiska á hafið en það sem sagt ástæða því að þetta svona nýleg verkefni og við erum að vinna með konto og skoða hafið þannig að við höfum tengt það inn í íslensku hringekjunni okkar. En þetta verkefni ritunarverkefni inn í hringekju líka. Og þarna gerðum við það svoleiðis að það eru ákveðin atriði, 5 atriði til að fjallum en ef að viðkomandi er slakur lesari eða á erfitt þá fekk hann bara meiri stuðning og færri atriði til að fjallum. En allir eru mettir samt á sama hátt. Og það sem að ég vil leggja áherslu á líka að mér hefur fundist það ef ég með of mörg atriði til að meta að þá verður þetta bara flókið þannig að ég svona, hliðholl einfaldleikanum í þessu. Að ég hef oft búið til einhver hópverkefni fyrir 7. bekk það sem alveg ótrúlega mikið atriði sem ég ætla að meta og svo heldur maður jafnvel ekki nógu vel utan eða sjálfur. Hvort að þau gengur öllu og þá eiginlega betra að vera með færri og virkilega vita hvort að þetta að ganga eins og maður vildi eða ekki. Já. Nei, ég ekki að því, ekki í þessu tilfelli. Þarna þetta bara hjá okkur en ég reyndar með viðtöl og ég ætla svona aðeins að leyfa fólki að rýna í þessi verkefni. Ég ætla að draga þau fram. Svona eins og tíminn leyfir. Hérna dæmi útkomu þar sem að nemandi að vinna þetta verkefni. Og þarna sjást að það búið að strika yfir þessi nemandi ekki sterkur lesari en samt skipulögur og hefur gaman að ritunarvinnu. Þannig að það eru 3 atriði en ekki 5 til að fjallum og ekki búin þannig að það ekki búið að krossa við hjá þessum einstaklingi af því að hann ekki búin með verkefni ennþá. Þetta í gangi enn. Hérna annað dæmi ef maður vill fylgjast með hegðun, það getur verið alls konar atriði, þarna til dæmis vinnusemi. Mér finnst gott að hafa svona blöð grípið og segja, í dag ætla ég í þessum tíma ætla ég að meta vinnusemin ykkar. Ég ætlaði að vera alveg ægilega skipulög í þessu í byrjun vetrar og ég og samstarfskona mín og gera þetta mjög reglulega og setja þetta jafnvel upp í súlrit, en það bara engin tími til þess. Ég sá þetta og ég var ætlað mér eitthvað allt og mikið og allt og flókið, en hins vegar getur verið mjög gott að eiga svona þetta bara í skipulagsmöppinu vinnu og í kipp út einu blaði sem herrkrakkar í stærðfræðitímum dag ætla ég að meta vinnusemi eða vinnufrið eða það væri þess vegna að taka í dag eða þessa vikuna ætla ég að meta umgengni í stofunni. Þannig að við bjuggum til svona skala og settum inn alls konar þætti sem okkur finnst bara gott að geta tekið upp öðru hvoru. Þannig þið sjáu að kvarðarnir þeir snúa öllum mögulegu, ekki bara námsgreinum heldur, geta snúið að hegðun, umgengni og ýmsu öðru. Og þeir geta litið alls konar út.
Langaði að segja ykkur bara stuttlega frá líka smá svona hugsun sem við höfum verið í að leggja fyrir svona forkönnun áður við kannski eins og núna það kom tímabil þar sem vorum að leggja mikla áherslu á sagnorð að leggja fyrir forkönnun hvar nemandi staddur, hvað kann hann og hugsunin með þessari könnunin hún sé mjög stutt og alls ekki hún á að vera þannig að þú ert sko 10 mínútur að renna yfir hana, yfir allan bekkiðinn. En hún getur átt við öll fög og er einföld og stutt. Þetta svona í þágu náms og ég man eftir ég byrjaði að nota þetta fyrst, þá fannst þetta svolítið skrítið að vera að taka einhverja smá könnun en hérna það var engin engun. En þeim finnst það líka alveg frábært. Og þið finnst líka gott að segja, heyrðu Hildur, ég kann ekki þetta hérna, þú ert að kenna með þetta betur. Af því þau verða meðvitur eftir því sem var útskýri fyrir þau, þessi könnunin til að segja mér hvað ég þarf að kenna ykkur næstu vikurnar. Dæmi svona könnun þessi sem gengur fyrst og fremst út á það að hérna hún sé einföld og þægileg og auðvitað hún einfaldar eftir því sem krakkarnir yngri. Nú ég að kenna 4. bekk og auðvitað aðeins fleiri atriði ef þú ert með eldri krakka en samt sem að reyna að halda þeim þannig að þær séu stuttar og aðgengilegar. Ég tek undir það sem að hún nefndi hérna, ég held að kalla brottfararspjald Erna. Að það líka bráðsnautt í endan á tíman að jafnvel bara eitt dæmi á töfluna og síðan hérna láta þau skilja á litlum krassmiða, það ekki að vera merkilegt úrlausn til að kanna hverjir náðu því sem við vorum að vinna með og hverjir ekki. Þetta tekur líka enga tíma og í raun og veru kannski 5 mínútur fyrir því að skanna, ekki mikið meira. Af því maður alltaf að hugsa þennan tíma og ég þekki alveg sjálf, maður myndi alveg svo ég var að segja áðan með hérna mati að maður ætla sér stundum of mikið og þá verður maður að bakka tilbaka aðeins. Þetta líka svona smá pælingu sem ég hef verið í sambandi við að skoða hvernig maður getur mætt þeim á mismunandi stigum eftir hvað þeir eru stödd í náminu. Að ef að til dæmis ég ætlaði að fara að vinna með lýsingarorð að þá get ég sett upp einhver ákveðin þrep og síðan get ég lagt fyrir könnun og meti í rauninni hver staddur í hvaða þrepi þegar ég byrja að vinna með þau. Þannig að ég er óþarfi að láta einhvern sem staddur í þrepi 3 eða 4 endilega vera að byrja í þrepi 1 eins og alla hina. Þetta svona hugsunin á bakvið þessar forkannanir og þá ég ekki að tala ég yfirleitt að tala þá lengri tímabil, kannski 6 vikna tímabil sem framöndan. Það sem við vinnum og leggjum mikla áherslu á lýsingarorð. Og alveg svo Erna sagði, við getum kannski gert þetta af alla þætti ef við getum valið úr það sem við teljum vera mikilvægast fyrir tímabili. Hér gamalt það sem hérna var verið að kenna land og líf. Þessi skala hefur við líka fundist bara mjög gott að merkja við. Þá eru 5 stig og hérna það hægt að fara svona þarna á milli. Stundum rosalega, maður lendir stundum í vandræðum, stundum á orða. Skiljiði maður ætlar að búa til alveg rosalega nákvæman orðaforða í alla rammana. En þetta gefur manni samt svona kost að maður svona, þetta einhvers staðar hérna á milli. Sirka það. Hérna þetta nú eitt af því sem við tókum einmitt úr hérna efnin hennar Ernu þar sem hún það hefur gefin engun ekki sérst fyrir, það var ekki lokapróf í áfanganum heldur, var gefið fyrir verkefni. Þannig og ýmist voru þau ólokið, þau vantaði í möppuna hjá nemendum eða ekki full unnin eða yfir í það að vera mjög vel unnin og maður krossar við og síðan þarna neðst þá sjáum við stigin. Þannig að ef að þú færð 2 fyrir alltaf þá ertu komið með 100% einkunn. Þetta höfum við mjög mikið notað í samfélagsfræði sérstaklega. Það sem þau hafa fengið verkefni að hérna byrja á að láta þau meta hvernig þeim fannst þau sjálf. Ganga í verkefninu, síðan skilaði til mín, svo dreif ég aftur á einhvern hópfélaga þeirra og hópfélagi metur einn úr hópnum sínum, þannig að það víxlist allir meta einhvern úr hópnum og loks þegar það búið þá tek ég þetta til mín og met. Þetta ekki sem ég gerir jafnóð með þeim heldur gerist á einhver tímapunkti. Þetta kannski líka starra verkefni þar sem hérna sem tekur lengri tíma og
að meta líka fyrir kennaran. En þarna held ég mig líka við, sumum finnst þetta örugglega mjög fá atriði, en ég hef kosið að velja færri og geta haldið betur utanum, heldur en að gera fleiri. En það hægt að meta náttúrulega fullt fleiri atriði heldur en koma þarna fram. Já. Hvað gerir þú við þetta? Og þetta svona mjög flókið að fara yfir þetta. Meinarðu þennan kvarða? Gefur þeim þetta af? Já, ég hef reyndar ákveða, eins og í fyrra þá geymdi ég alla svona lista og þeir fóru í einkunnaumslagi vorið. En það einmitt þetta skref, það líka mikilvægt að maður bara, þetta dægi eitthvað staðar uppi heldur þetta skili sér. Og þau vissu það allan tíma að þetta væri bara hluta því sem færi í einkunnaumslagi þeirra vorið. En eins og ég segi, mér líkar enn betur þegar ég get sest með þeim og bara spjallað hvað var að ganga vel og hvað þetta, mér finnst að vera að skila mestu í þessu leiðsagna mati. Þennan kvarða gerði ég fyrir nokkrum árum, þetta svona notað stóli og stælt, þannig ég notaði náttúrulega eitthvað að miðbjörgu, sem rosalega flottu vefur íslensku fyrir miðstig. Og sett upp í kvarða og þarna má hugsa sér að stig 1 þá ertu alveg á byrjunarreit og svo þurftu komin á stig 4 að þá ertu búin að ná þessu vel. Þegar ég gerði þetta á minni með að hópurinn sem ég að með var í 5. bekk og ég komst að því að mér fannst þau bara ekki hafa þroska til að ég væri að meta í rauninu svona marga þætti hjá þeim í ritum. Þannig að það sem ég hugsaði það gott að hafa svona yfirlit yfir það sem ég finnst skipta máli í rituninni, en ég þarf kannski að taka bara út einn þátt í einu og segja nú ætla ég að meta, þú veist, hvort að bygging textaðins, hvort að frásögnin hefur nægilega gott upphaf, eða skiljið, þannig ég legg áherslu á afmörkuð atriði í einu. Ég allan fann það með 5. bekki, menn þau voru engan veginn komið til þroska til þess að skrifa í rauninni frjálsa ritun þar sem að þessar kröfur allar væri gerða til þeirra. En það má líka hugsa sér að þetta væri mat á loka afurð eftir kannski allan veturinn, þar sem við erum búin að vinna með afmarkaða þætti og svo væri þetta svona loka mat. Hér aftur, eins og við sjáum, þetta bæði frjáls sögugerð, það mismunandi þættir sem við verið að skoða. Hérna það persónulýsingar, umhverfi, tími, tilfinningar og líðan og svo framvegis. Við höfum haft það þannig hjá okkur í Álftanesskóla að þegar nemendur komnir upp í 200 atkvæði þá hafði þeir náð einkunninni 8 í lestri og svo eru þau framsagnarprófuð þannig að ofan á einkunnina geta lagst allt upp í 3 heilir ef að framsögnin er til fyrirmyndar. En síðan eru atriðin alveg frá 0 upp í 1 og bætist ofan á einkunnina. Þannig að þetta svona sem dæmi hvernig þetta meta inn í þessu. Við vorum reynda með allt öðruvísi forma og svo ég ákvað bara að setja upp í þennan kvarða, gera smá tilraun, en það hægt að hafa þetta óútfylltar línur þess vegna, sömu atriði. Ég tók þetta með, þetta gamalt blað, það leit í rauninni ekki svona út, heldur það voru margir þættir og þetta fór ekkert heim fyrir viðtöl. En nú í dag erum við farin að nota mentor í sama tilgangi að meta ákveðna hluti. En þarna, þetta líka til að sjá að skalinn getur verið svona einfaldur. Lína með 1 upp í 5, 1 slagt og 5 að besta. Ég hef notað þetta inn í tímum líka með krökkum. Hvernig vinnufrið hefur gefið í vikunni. Ég var með hóp sem átti sérstaklega erfitt með vinnufrið tíma og þá var ég stundum að nota þetta í lokvikunar. Þá var þetta svona uppgjörvikunar að merkja inn á svona skala og skoða og velta fyrir sér. Vildi sýna ykkur líka þetta gerði samstarfskona mín í Álftanesskóla fyrir nokkrum árum sem var komið skrefinu framar við þá komur öðru skóla og duglega að gera kvarða og við settum við með þetta það sem við setjum staðlar umsagnir fyrir aftan einkunn inn á
einkunnarblöðin þeirra. Og þetta gerðum við svona staðla fyrir rauninni næstum hvaða fag sem var. Þetta blað var líka útbúið af sama kennara og þetta höfum við notað á miðstigi hjá okkur og í einhverju formu á yngsta stigi líka, einhverju svipuðu það sem við merkjum við fyrir, og þetta fer sem sagt, við nefnilega höfum ákveðið, já það var eiginlega ákveðið að við myndum ekki vilja hafa umsögn hegðun inn á einkunnarblaðinu, við vildum hafa það hreint og þannig að umsögnum hegðun og annað kemur í rauninni þarna inn á þetta. Krossum við svona og stingum með í umslagið þegar við skiljum á okkur. Þannig að þetta hefur verið notað að minnsta kosti á miðstigi og ég veit í einhvers konar formi held ég og yngsta stigi hjá okkur líka. Þá er þetta bara komið út að enda. En ég vona allavega að ég geti sýnt ykkur að kvarðarnir eiga í raun og veru við allt mögulegt sem snýr að skólastarfinu, ekki bara námsgreinum heldur öllu mögulegu. Það er svona kannski það sem ég var að reyna að sýna smá breidd í þessu. Já. Í sambandi við blöðin, einkunnarblöðin sem þið fá með. Já. Hvernig setjið þið þetta leysefnamagn inn á það? Eða er það bara svona mörg blöð sem þið fá með sér? Já, þau eru raunin að fá mörg blöð í umslag. Já. Já. Þeir fá einkunn og það er svona stöðlu umsögn sem fylgir eftir einkunn og síðan fá þau bara hinn blöðin aukalega með. Já. Já. Jú, það sem ritunin sem ég sýndi ykkur, það sem var mynd inn í bók, þá var það límt inn í kápuna á móti. Nei, ekki þarna. Þá fer það ekki heim fyrir bara í lokin eða nema maður ákveður bara hreinlega að senda það heim og sýna. Já. Já. Já, þær verða settar, allar glærur frá okkur verða settar inn á þennan vef sem var sýndur hérna alveg í byrjun. Bara fleiri spurningar? Já, það er eiginlega eitthvað betri að svara því heldur en ég hvað vefurinn heitir. Við höfum reyna að sýna vefinn aftur núna í lokin, en fleiri spurningar til Hilmar. Og ef það eru ekki fleiri spurningar til Hilmar,